Kæru landsþingsfulltrúar og aðrir ráðstefnugestir. Völundarhús sjálfræðisins, fíkni og geðheilbrigðisvandi fólks með þroskahömlun og einhverfu yfirskrift þessarar ráðstefnu og var ég beðinn að fjalla réttindagæsluna í því ljósi. Nú á undanförnum áratugum hafa orðið miklar kúvendingar í frelsisátt meðal framangreindra hópa og stór skref stigin til svokallaðrar normaliseringar með tileyrandi hlutdeild í samfélaginu, kostum þess og löstum. Sem sagt, þegar öryggi innilokunarinnar gagnvart hinum veraldlegu freistingum lýkur taka við ógnir frelsisins. En öryggi og frelsi geta samt sem áður stutt hvort annað og hvort öðru nauðsynlegt til þess að jafnvæginu sé haldið. Nú er ég ekki alveg með hana hérna á. Jú, öryggi, frelsi, verndin, sjálfsákvörðunarrétturinn, dómsvaldið, mannréttindin, löggæslan, frjálsræðið, allt af þetta að haldast í hendur. Og þegar við verður of mikið af öðru, ég er ekki alveg með hana hérna á hreinu þá getur hallast á í vogaskálinn. Og við þekkjum það ekki aðeins úr málefnum fatlaðs fólks, heldur almennt þegar kemur að til dæmis pólitík, stjórn eins og var komið inn á áðan. Að ef að vantar á aðra skálina, til dæmis ef að öryggisskálin er hérna og mikil, þá erum við farin að tala nauðung, harðstjórn og ógnarstjórn. En ég ætla að tala réttindagæsluna svona út frá þessum vinklum og það má segja að réttindagæslan hún snúist að mjög miklu leyti sjálfræðið. Og ég ætla að nota tækifærið og gefa innsýn í störf réttindagæslunnar með tilliti til viðfangsefnis ráðstefnunnar og kannski rúmlega það. Fyrst vil ég byrja á því að vekja athygli á þessari síðu hér en réttindagæsla.is en þarna að finna upplýsingar réttindagæslu með lög og reglugerðir réttindagæslu og þar hægt að teygja sig í önnur lög sem varða málaflokkinn. Nú sjálfur kom ég fyrst að réttindagæslunni sem formaður Landssamtakanna Þroskahjálpar á árinu 1999 til 2005. Á hverju ári sendu samtökin og höfðu gert nokkura ára skeið ályktanir nauðsyn réttindagæslu. Þannig að segja má að réttindagæslan sé, ég vil náttúrulega segja eingetið afkvæmi Landssamtakanna Þroskahjálpar. Og í nóvember 2007 skipaði Jóhanna Sigurðardóttir þáverandi félags- og tryggingamálaráðherra starfshóp sem var falið að koma með tillögur að fyrirkomulagi réttindagæslunnar. Og hann skilaði sem sagt, þessi hópur skilaði frá sér skýrslu í mars 2009. En þessum hópi var falið að koma með tillögur að fyrirkomulagi réttindagæslu fatlaðra og fjalla hugmyndir persónulega talsmann. Einnig skyldi hópurinn skoða þvingun og valdbeitingu gagnvart einstaklingum með fötlun. Þennan hóp leiddi ég og í honum var einvala lið. Ég sé nú enga sem voru í þessum hópi nema náttúrulega
Friðrik Sigurðsson. En einmitt þegar að við vorum að leggja síðustu handa á þessar tillögur, þá dettur inn samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Og þannig að rökstuðningurinn fyrir tillögunum var auðveldur. Í mars, já. Nú, lög réttindagæslu byggja á þessum 4 köflum sem hérna er að sjá. Það réttindavakt ráðuneytisins, sér meðal annars fræðslu og þvíumlíkt. Það réttindagæslumenn, persónulegi talsmenn og ráðstafanir til að draga nauðung. Ég mun einkum tala réttindagæslumenn og persónulega talsmenn. En réttindagæslumönnum er ætlað að stuðla valdajafnvægi milli fatlaðs fólks og stjórnvalda, meðal annars vegna stjórnvaldsákvörðunar sem snerta þjónustu og eða þjónustuleysi, mismunun og fleira. Persónulegi talsmenn eru eins konar hjálpartæki til að fara með sjálfsákvörðunarrétt til jafns við aðra og ráðstöfun til að draga nauðung er síðan ætlað að koma á jafnvægi milli sjálfsákvörðunarréttarins, hins fatlaða, og umönnunarskyldu fagfólks. Nú réttindagæslumenn, þeir eru 8 talsins víðsvegar um landið og heyra nú undir Gæða- og eftirlitsstofnun félagsþjónustu og barnaverndar. Það var strax ljóst að réttindagæslan ætti kannski ekki heima inn á kafli hjá framkvæmdarvaldinu, en einhver staða var að finna stað til að byrja með og vonir standa til þess að hún muni lenda hjá nýrri mannréttindastofnun. Og mitt starf, svo það komi hér fram, er núna að halda utan af þessa starfsemi. Nú réttindagæslumaður skal veita fötluðum einstaklingi stuðning við að leita réttar síns. Hver sá sem telur að brotið sé á réttindum fatlaðs einstaklings skal, það er mjög ákveðið skal kynna til réttindagæslumanns. Og hér kemur næst atriði sem snýr að sjálfsákvörðunarréttinum. Aðstoðin er veitt með samþykki hins fatlaða og á hans forsendum. Þannig að réttindagæslumaður kemur ekki að málum öðruvísi en fatlaði vilja. Í starf eftir verklagsreglum réttindagæslumanna er ekki úrskurðaraðili en styðja einstaklinga til að fara með mál í kæruferli. Þeir fylgjast með störfum persónulegra talsmanna. Nú, helstu þættir í verklagsreglum réttindagæslunnar er að fyrst kemur tilkynning og hafi hinn fatlaði ekki sjálfur tilkynnt, þá fer réttindagæslumaður til hans og spyr hann hvort hann vilji liðsinni sig. Og vilja hann það, þá fer fram könnun og athugasemdum er komið til viðkomandi þjónustuaðila og til að gera úrbætur. Nú, ef að það er ekki nóg, sem betur fer þá oft leysast mál bara við það eitt að vekja athygli á þeim, þá er aðstoð við að fara með málið í þær almennu kæru- og kvörtunarleiðir sem að öllum standa til boða. Úrskurðarnefnd velferðarmála, embætti landlæknis, viðkomandi ráðuneyti, umboðsmaður Alþingis, sem að við erum í mjög góðu samstarfi við, og síðan er hægt að senda það til GF ef þetta snýr að félagsþjónustu. Nú, við haldum skrá okkar störf og þá má geta þess að bara að gefa tilfinninguna, þá var fjöldi mála sem réttindagæslumenn unnu með árið 2018, þá voru þau 384 og þar af 284 vegna tilkynningum meint brot á réttindum fatlaðra einstaklinga. Og þau eru náttúrulega, þessi mál eru af misjöfnum toga, misþung og taka mislangan tíma.
En þá kannski komið að því sem að snýr hérna að umræðuefninu núna, það kaflinn persónulega talsmenn. Og ég vil segja að kannski þessi kafli 12. greinar samnings Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks svona hjartað í starfi réttindagæslunnar. Það þessi réttarstaða til jafns við aðra. Og það hefur aðeins verið komið inn á þetta áður. En aðildarríkin, hér stendur, aðildarríkin árétta fatlað fólk eigi alls staðar rétt á viðurkenningu sem aðilar að lögum. Og aðildarríkin skulu viðurkenna að fatlað fólk njóti gerhæfis til jafns við aðra á öllum sviðum lífsins. Og aðildarríkin skulu gera viðeigandi ráðstafanir til að tryggja aðgengi fatlaðs fólks að þeim stuðningi sem það kann að þarfnast þegar það nýtir gerhæfi sig. Við leggjum mikla áherslu á það að þetta sé hlutverk persónulegra talsmanna að halda þessu til haga og það okkar að halda þessu til haga við persónulega talsmenn. Og það einmitt námskeið persónulega talsmenn sem haldin 2 á ári og eitt fyrir hér fyrir sunnan og annað. Hvað þetta? 2 mínútur. 2 mínútur. Já. Ég á 2 mínútur eftir. Talsmenn aðstoða við að gæta réttinda og sjálfræðis, sjá persónuleg málefni, þeir útskýra skjöl og texta vegna þess að til þess að, eins og komum við reyna á það, til þess að geta tekið upplýst ákvörðun þá þurfum við forsendurnar og það hlutverk persónulegs talsmann að halda þeim til haga. Nú, ég þarf að fara hratt yfir sögu, ég búinn að tala allt og mikið. En eiginleika sem persónulegir talsmenn þurfa að leggja við þolinmæði og löngun til að veita upplýsingar. Lesi vilja og koma þeim vilja til skila. Bera virðingu fyrir tjáskiptaleiðum og þekkja þær vel og síðast en ekki síst menn verða að hafa getu til þess að greina á milli vilja hins fatlaða einstaklings og eigin skoðan á því hvað sé honum fyrir bestu. Ég ætla að sleppa hérna kaflanum nauðung sem ég var hérna aðeins byrjaður á, en Brynhildur Flóvens tekur það á eftir. En ég tel að þessi kafli nauðung hafi líka mjög mikla þýðingu vegna þess að hann gefur tilefni til umræðuna og aðstoða fólk þú getur aðstoða fólk við að þekkja nauðunguna sem kannski búin að vera lengi hérna bara í verklagi. Að lokum, að því ég fyrrverandi formaður þá má ég vera aðeins leikur. Neysla vímugjafans alkóhóls leið hér á landi. Meira en það, hún samofin menningunni. Samfélaginu finnst á fórnarkostur tilvinnandi að ákveðið hlutfall verði fíknabráð og missi tökin á eigin lífi. Langflestir þeirra eiga þess kost að snúa blaðinu við, kjósa þeir það. Einhver erfiðustu mál, samt sem áður, sem koma á borð réttindagæslumanna eru einmitt slík mál þar sem lítil sem engin úrræði eru til staðar og augljós mismunun blasir við gagnvart ýmsum hópum fatlaðra einstaklinga. Á það við bæði fíkni, meðferð og geðheilbrigðisþjónustu. Kerfin stimpast, fagfólk vísar hvert á annað og lýsir yfir vangetu, þrátt fyrir að mismunun á grundvelli fötlunar gerist yfirleitt hvergi augljósari en hér.
Vonandi sjáum við fram á lausnir í þessu augljósa mismununarmáli. Ég fagna þessari umræðu og vona að bjartari tíð sé framundan. Takk.